Tilbúin Þorvaldur? Nei, tussu raskandi þitt. Ok. Ok, búin að taka selfie, það er til. Já. Velkomin í þátt nummer 2 að Láttu ekki svona. Láttu ekki svona maður. Við fundum nafn. Já, við heldum okkur við það. Það verðum ekki, þú veist, ekki annan nafn. Nei, við erum búin að gera póster og svona, ég nenni ekki að breyta það. Nei, það er bara alltaf mikið vesen. Já. Það er bara gott nafn líka. Já, ég fíla. Já. Láttu ekki svona. Til það, láttu ekki svona. Já, ég kom með tölvuna mína. Já, ok, gott ég þér. Það er bara að kíkja á tölvuna bara og ég sjá þetta á meðan. Já. Ok, verið velkomin í þáttinn. Ég held að við myndum vera 2 í þessum þætti en þetta er bara ég og mínar pælingar. Ég er bara einn með mínum hugsunum, það er ekkert slæmt. Það fer ekkert út í neitt eitthvað. Gætirðu einhvern tímann verið með podcast eins og Bill Burr, bara einn að tala? Nei. Ég hef hugsað út í það. Já. Ég held ekki. Nei. Mér finnst ég ekki svona... Bladra svona mikið. Nei. Ef ég er einn þá er ég bara í þögn, sko. Já, þetta líka... Ég elska podcast hans Bill Burrs en það er rosalega mikið íþróttir og eitthvað dæmi. Já. Maður þarf að vera með einhver svona áhugamál til að geta ramblað. Já, ég hef engin áhugamál. Ég hef ekki áhuga á neinu. Ertu ekki með neina áhugamál? Nei, ég vil ekki tala neitt. Láttu mig í friði. Eina áhugamálið samt bara uppistand og grín? Ég hef aldrei pælt þegar ég hugsa út í það. Ég hef aldrei eitthvað séð þig verið, þú veist, að jögla eða að tala lestir eða eitthvað. Ég er oft verið að jögla lestum. Vintage lestum. Sko, ekki samt, þú veist, alveg ekki eitthvað svona hardcore all-in áhugamál, en þá, þú veist, finnst mér alveg gaman að spila, þú veist, tölvuleiki. Já. Og, þú veist, kvikmyndir og sjónvarpsþættir og svona, skiljur. Já. Það er bara eitthvað sem ég get verið bara gert upp í sófa, skiljur. Þá hef ég áhuga á því. Já. Þannig að kynlíf og sjónvarpsþættir. Ok. Það er alveg legit áhuga. Já, allt sem ég get, bara það sem ég gerir upp í sófa. Já, allt sem ég getur gert upp í sófa. Já. Ég nefnilega fæ... Það er ekki setjast í sófa minn. Langar ekki til þess. Nei, bara láta það vita. Já. Jæks. Ok, núna kemur þú þess að ég segja stundar mög við sófa minn. Já, ertu ekki að því? Jú. Já? Já. Ég vissi það. Ég bara var að vona að myndi halda það, þú veist að... Eitthvað annar? Það er kannski einhver annar, eða þú veist, ennum manneski á staðnum með eitthvað. En þú hugsaði bara strax, hann er að sofa hjá sófanum. Já, það sofi í sófanum og rungar ofan í sófanum. Og segir, þetta er góð þáttur. Það er góð þáttur hann að í gangi. Þorvaldur, akkur er fullt af litlum götum á sófanum. Það er því öll mín áhugamál er í þessu sófa. Nei, ég bara vil hafa það á hreinu og ég sef ekki hjá sófanum mín. Þið heyrðu það fyrst hér. Þorvaldur Þorvaldsson sefur ekki hjá sófanum mín. Ég sef í honum, sofna stundum, sofna bara áðan í honum. Já, og þegar hann er sofandi þá, þú veist... Ég veit ekki hvort að sófinn sé að gera eitthvað við mig. Men ég er sofandi eða... Nei, það er bara heldur ekkert að dæma það neitt eitthvað. Nei, sófar eru bara með sitt í siðferði. Já. Hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Ég veit ekki, þetta fór allt í rögg bara þegar þú fórst að ná í þessu tölvu. Ég held að ég er svona einbindum með smáan tölvunni. Já, þú átt ekki láta mig vera eina með mínum hugsun. Nei, það fer þetta út í eitthvað svona. Það ekkert vel. Nei, þú þarfst að stjórna þessu. Já, það er rétt, fyrir ekki að... Tölum mjög eðlilegt. Já, áhuga mín. Ég ætla að laða þess að ná í tölvuna. Ég sef hjá sofa. Hvað er ég að gera þetta með þessu manni? Hvað ert að gera í þessari tölvu samt? Ég er að tengjast bara við netið. En við vorum að tala um áhugamál. Já. Þá nefnilega ég taldi akkurat auðvitað, ég fæ áhuga á einhverju og það gleipur mig bara í marga mánuði. Já, þú fer all in og svo gerur þetta aldrei aftur. Þannig blir ekki satt, sko. Kærasta mín nefnilega segir, þú veist, að þú fær áhuga á einhverju og síðan gerur það aldrei aftur. Já. Sem tæknilega sér satt. En það er samt ekki að ég missi allan áhuga. Það er bara,
þetta það sem ég að gera núna í margar vikur og síðan svona game ég það, en ég hef samt ennþá áhuga á því. Þú bara svona, ég búin að gera sem ég get gert í þessu. Það ekkit hægt að komast lengra með þetta, ég bara búinn með kótan. Meira svona ég fæ áhuga einhverju öðru og bara fer í það. En erstu ennþá að safna gamalli mynd? Ég kíki stundum á eBay. Það eitthvað svona, mér langar í samurai silfur. Ok. En ég kaupi það samt ekki. Hvað kostar samurai silfur? Þú getur fengið það alveg á, þú veist, þú ert heppin, $50. Ef ég heppin? Já. Þetta er alveg eftirsótt. Samurai silfur, svo líka samurai gull. Ok. Þetta eru svona peningar það sem að samúræinu notuðu, sko. Já. En svo datt ég líka inn í olíumálun. Ég byrjaði að mála svo Bob Ross. Vissir það því? Nei. Settur á því svona hárkvöldu eins og hárið hans var og svona. Já. Og málar. Vissir hann svaf hjá fullt af gömlum konum? Það var hans þing. Svo var hann ekki bara gamall maður líka? Sko, hann var gamall en samt ekkert eitthvað það. Hann var að sofa hjá miklu eldri konum en hann sjálfur. Já, bara gömlum konum, bara konum sem virkilega komin á aldur, sko. Þá, að því að það voru grúpiðin hans. Mætti alltaf á svona Bob Ross meet and greets og hann tók myndið með þeim og fóð svo upp í rúm. I'll oil you up, baby. Örglega. I'll stroke you with my pencil. Akkur þetta eru ógeðslega? Ég er að ímynda með hvaða pick-up línu hann notaði á þessar gömlu. Gonna paint a little tree in your pussy. I wanna watch you dry. Look at this happy little clit over here. That happy little clit needs a friend. Wow. Þetta er tippið á Bob Ross að fara í píka. Það er gaman. Það var kona flettlana. Thank you, darling. Thank you, Bob. Hvernig veistu þetta samt? Var eitthvað að gera heimildamyndu þetta? Já, að kom út heimildamynd bara fyrir árið síðan. Nailing Old Ladies. Heitir eitthvað Bob Ross Happy Accidents. And boy are they happy. Það er ljótt að kalla gamla konur accidents. Þetta er svona Þetta fjallar ekki bara kannski uppáferðir hans á Nei, gamla þetta konur. er bara það sem var minnst smá á, sko. Hann var eitthvað í hernum eða ekki? Jú, hann var í Vietnam og var alveg dálítið harður, sko. Hann var svona hann flög svona flugvélum og var alveg, þú veist, hvað segir maður svona? Morðingi. Já, auðvitað, hann var í hernum. Hann var líka, þú veist, yfir maður. Já. Og það svona láta menn girða upp sig og svona. Og svo þegar hann hætti í hernum gerðu upp ykkur. Hún er svo hjá ykkur. Gerðu ykkur. Akkur er þessi gaur að tala við sófa? Og þarna byrjaði á hans að mála ekki. Allt blóðið og svona, hann málaði úr því. Ég man það ekki. Nei, ok, ég er bara svona að gera þetta eitthvað svona cool, skilju. Já, nei. Það er þetta fólki og bara, og svo málaði hann eitthvað cool tré. Það er rosalega lítið cool upp Bob Ross ef við segið sjálf frá, sko. Fyrir utan hann að vaðandi í old ladies. Það er enda satt, sko. Hann var alveg aldrei mild dog. Já. En ég elska Bob Ross. En svo, já, ég veit ekki hvert ég er að fara með það. Nei, þetta er eitthvað sem maður ætti að tjekka á. Sem heimildamynd. Já, tjekka sem, ég man ekki alveg nú vel eftir mig. Nei. Ég man ekki hvað gerðist. Maður para þetta með gömlu konuna. Já, hann that guy fucked. All right. Hann fekk að riða, sko. Það sem ég sá, eða bara eina ástæðan ég var að segja þér á meðan að labba hérna inn, ég ætlaði að græja fullt af drastið til að tala um. Já. En svo bara var ég aðeins upptekinn og ég græjaði eitt. Ok. En mér langaði til að tala um að því ég las þetta meðan ég var að vinna. Já. Og ég dó úr hlátri. Ok. Þetta er ógeðslega að fyndið. Hefur við heyrt hana með Birgitu Líf og LXS? Luxus. Já, Luxushópurinn. Sér það fyrir. Segir maður luxus?
Er þetta ekki LX? Hvað heldur það standi fyrir, skilur við? Lúksus ekki. Það allan að það sem með það þegar ég var að ringi þér. Ladies extra small. Ladies extra small? Já. Er það sem það sögðu þegar þú hringdir í þér? Hvernig smakkaðu við kaupanda þér? Ladies extra small. Sigur eitthvað smá. Sá það aldrei á þér. Birgitta felldu sófaðin. Nei, já, þetta var eitthvað svaka drama. Það var alveg drama. Það var eitthvað sem að skrifa svona já, eitthvað þættina og sagði bara að það var eitthvað algjört rusl. Þættir eitthvað leiðilegt af fólk sem þú þekkir. Já. Og það er ekki neitt spennandi sem gerðist. Og svo er bara búin að vera drama síðan þá. Þannig að næstið, það er örgulega lengur búin að taka þetta allt upp, en kannski næsta sería verður þá fulla drama byrja þessu máli. Örgulega. 100%. Þetta verður spilað inn, ég er veit ekki, ég hef ekki fylgst með þessu, en kjafta, þú er búin að fylgjast með öllu. Mér langar að segja það, ángríns, en ég er ekki búin að fylgjast með. Þú veist, ég fíla alveg svona sorp sjónvarp. Já. Alveg vandræðilega mikið. Svolítið svona heilalaust. Já, það er líka bara gaman að horfa eitthvað grína, að því að líður manni svona eins og maður sé betri. Svo líka fær maður þetta drama inn í lífið sem að fólk þarf að halda. En ég bara, þetta er svona óvart fyndið en samt viljandi fyndið, því að hún Birgitta Líf. Ég veit ekki hvort þið heyrðu þetta í gegn, það er eins og sigur að kasta tunnu í húsið. Risa gong. Já, kannski skilaði sér ekki, en ég heyrðu það vel. En hún Salvör uppistandari talaði með í útvarpinu svo skrifu grein á RÚV sem mér endur fannst pínu furðulegt. Að RÚV var eitthvað svona, takið þetta. Já. Það er eitthvað, ó, RÚV, róleg. En það eru bara jello, maður. Það er ekki raunverulega þættir á RÚV, skilur. Nei, það er ekki jafn cool á RÚV. Boga eða eitthvað svona. Þau eru aldrei jafn cool og Rás 1. En já, hún skrifar hérna og svo er Salvör bara, Birgitta Líf að svara. Já. Hún segir, hvað gengur á? Hver nýtur þess að horfa á dýraníð eða dettur svona ógeð í hug? Já. Og vill að fullorðinn maður kalli unga konu druslu? Já. Spyr hún Birgitta. Að því í gagnrýninni þá sagði hinn að vantaði drama í þættina eins og þú veist, ykkur myndi sparka í hund og eitthvað. Já. Það var ekki eitthvað svoleiðis. Já. En hún var náttúrulega klálega bara að tala í svona. Já, þú veist bara smá flip eitthvað. Já. Það er bara fyndið að hún tók þessu svona nærri sér. Já. Hún var ekki meina bókstaflega að hún vil sjá eitthvað sparki í hund. Nei. Ég varst að með eitthvað myndi. Fólk er ekki það klikk. Kjási það opinberlega á RÚV. Á RÚV, já. Akkur er ekki meira það að það er bara pína dýr í sjónvarpi. Þetta er eina sem ég vil horfa á. Og ritstjóri RÚV bara eitthvað svona, já, þetta þarf meira aðtíli. Það þarf að fjalla þetta. Já, við þurfum að sparka í hunda. Allt og lítið dýraníð í fjölmiðlum. Og svo þurfa allir kallmenn að kalla konur druslur. Já, allir. Allir. Okay. Þetta verður einhver klippa. Þetta verður flott klippa. Hvað eru þeir að segja? Allir kallar að kalla konur druslur og sparki í hunda. Já. Venjulegur miðvikudagur hjá mér. Ég hef notið, hún segir enda meira, ég hef notið þáttana betur ef Birgitta Líf hafi farið í reiðiskast og sparkaði litla hundið sinn þegar hún komst að því að luxustyrlan sem hún pantaði kæmist ekki upp í fjall til skvísuhópsins. Nákvæmlega, þetta er orðið sjónvarp. Og það er örugglega svona, þú veist, lítill chihuahua, skilur, sem passar í tösku. Svona litla, eitthvað snirti tösku. Já. Það er, það má alveg sparkið þannig. Aha. Nei, ég er að tjó. Okay. Ég er mikill dýravinur, sko. Dýravinur, ekki bókasátturinn, veit ég. Nei, ég er mjög mikið á móti bókasátturinn. Þegar kemur á bókasátturinn þá brýtur þú alla reglur. Mér er alveg sama. Þú ángríns sagði við konuna þegar við vorum að taka um þetta í leiklunum. Já. Hvað sagðir við hana? Ég sagði, ég hlust ekki nöður reglur eða eitthvað. Já, svo kallaði hann á druslu? Nei, og sparkaði hundinu hennar. Já, hvað er hundurinn? Já, það er bara heima. Ef ég finn ekki hundin, þá finn ég sófann. Keyrði allavega heim til hennar. Dinglaði, maðurinn kom til dyra og ég sagði, hvað er hundurinn ykkar? Hann er hérna. Snúli litli Gotti. Ég sparkaði hann. Oh my god. Hann eitthvað,
Er þetta út á konunum minni? Já, það hefur gæst áður. Já, bókasandi, ég eitthvað, já. Hann eitthvað, já. Ég skilur það. Ég skilur 100%. Klestan, hann sagði Klestan. Klestan. Já. Oh my god. ætlum að hittast á morgun og fá okkur bjór. Þú eignaðist vin bara út af það. Já. Jesús Kristur. Já. En já, en svo fer hún Birgitta í þann gíra að segja að konur ætti ekki að vera að rífa niður aðra konur. Nei. Sem mér fannst Lovísa, hún var fyrsta sem ég sá koma með hann ágæta punkti að það er ekki alltaf verið það. Nei. Að því þetta er kannski ekkert eitthvað sexist niður en svona. Nei, hún er bara meira að tala svona efnisgæði þáttana sko. Já, að þetta má alveg vera drasl. Já, þetta á að vera, þú veist. Þetta á að vera. Þetta á ekki að vera eitthvað. Þetta er ekki Scorsese mynd. Nei, ég segi það. Þetta er ekki eitthvað á sem Bridgerton eða eitthvað svona. Ég veit ekki eitthvað svona. Nei. Þetta er bara low class. Heilalaust dæmi. Það sem er bara. En hefur eitthvað hort á að það var eitthvað drama líka á því hún sagði að þetta væri fyrstu raunveruleika þættinir. Já. Án handrits. Og svo komu strákanir í æði. Já. Sko, ég veit þetta allt. Já, maður notar við. Ég er að vera fertur og ég veit þetta samt. Já. Þetta. Hefur eitthvað hort á það? Ég hef ekki hort á æði, nei. Eru þið góðir? Þeir eru æði, sko. Nei, ég... Takk. Já, þetta skilur. Nei, ég verði ekki að ég nú ekki séð það, sko, en maður sé bara svona klippur, þú veist. Ég sé fullt af klippum. Já, og fólk virðist vera að missa sig yfir. Já, það er oft mjög svona entertaining, sko. Já. Þeir eru með alls konar frasa og eitthvað. Þeir virðast vera skemmtilegir. Þetta er svona, þeir eru alveg gerðir fyrir svona sjónvarp, skilur þú veist, þeir. Hvernig þeir, þú veist, bara tala í einhverjum svona frösum og eitthvað, þannig að það er bara mjög entertaining. Já. Mér finnst þetta sjónvarp með skemmtilegar að horfa eitthvað heila dött. Lífið er alltaf svo, þú veist. Ég meina, þú dast inn í Housewives eða eitthvað svona. Já. Ég myndi ekki eftir því að þú talaði þetta opinberlega. Já, það er enda rétt. Ég talaði það á sviði. En jú, ég ángríns gerði grína svona þáttum í mörg ár sko. Eins með Bachelorette og Bachelor. Já. En svo bara sast inn og horfði það í daginn. Það er ekki eftir snúið. Já, því þetta er svo fyndið. Ég ángríns fattaði af hverju fólk horfir á þetta. Já. Ég held að 90% af fólki sem horfir á þetta er ekki að horfa á þetta því að þau trúa þessu 100%. Nei. Þetta er meira bara svona vákvæði kjánlegt. Já. En ég hef samt invested. Þetta er svona wrestling eða eitthvað svona, þú veist þetta er ekkert real. Já, nákvæmlega. En fólk horfir á þetta. Nákvæmlega. Það er eitthvað að tala með wrestling að þetta sé svona dramaleikrit fyrir eitthvað buff dudes. Þetta er bara ópera. Já. Óperuleikus. Sápópera. Þetta er sápópera, já. Alveg gaman að þessu. Ég fíli það. Myndur þú taka, eða þeir eru búið að vera með raunveruleika þáttum þig? Það var ekkert í gangi. Ég var eitthvað að mála stundum. Ég var að kaupa nýja samuræmynd og eitthvað svona, að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er að skemmtilegasta sem við gestum í 3 mánuði. Ok. Erum við að fara í Þórhallur? Þetta er fyrsta mínútan af 60 þáttar seríu. Þetta verður skemmtilegt. Ég er að ryksa á hann í fyrir nýju bæmi upp. Það er open mic klukkan 9. Býðið, plot twist, ég þarf að pika Þórhallur upp. Wow. Og bara var eitthvað við, hann verður öll að dóna lögur, talar tippi og eitthvað, verið að sóma hann sem. Ekki skilun eftir einan. Hvernig væri Þórhallur sem raunveruleika þáttur? Það er eitthvað mikið chaos held ég. Já, er þetta, já. Eða þá bara ég upp í sófa alltaf. Já. Það er eitthvað, hvað er að gera? Ekki neitt. Við sem ekki þurftum að blörra svona mikið. Hann er bara upp í sófa alltaf dag. Eftirvinnslan er að kosta okkur rosalega mikið pening Þórhallur. Sófalífið með Þórhalli. Oj. Svona hljóma ég greinlega. Ég hef sófasex. Þú gerðir þetta sjálf. Eftir eitthvað. Já, svona hljóma ég greinlega. Ok. Þú ert að gera þetta sjálfur. Svo kom ég að eitthvað. Og ég bara lamdi mig. Þetta er drusla Þórhallur. En ég hef gaman að þessu. Hver heldur á svona okkar
uppistandsvinum, hver heldur að væri mest áhugaverður til að fylgjast með í svona raunveruleika þætti? Okkar þessum sem að vera að mæta open mics og ég veit ekki að því að við fullt áhugaverður liði, sko. Ég held að það þyrfti að vera að blanda einhverju. Já. Þú veist, ef þú lætur með hljóði ef þú lætur, þú veist Mauricio saman með Dan Serin, já, þá held ég að það veri áhugaverður þáttur. Get séð það. Já, eða ég veit ekki Greipur já. Af því að hann on allan tíman. Ég segi það. Hann, og það var akkurat Logi gerði heimildamyndir já. Það var akkurat málið, Logi var bara með hann með einn dag og þetta var bara gull, já, bara allan tíman. Já, ég held að hann kemst upp með að vera með svona þátt. Já, 100% sko. Öll restin, við öll hinn varum eitthvað svona það þurfti að plana eitthvað úr daginn sko. Svo náttúrulega 3 ungi strákar sem koma oft, Stefán, já, Jakob, já, og Ómar. Já, það væri eiginlega, ég held að það eru eitthvað, þeir eru alltaf eitthvað. Það er svona dýra heimildamynd. Þessi David Attenborough til að næra þetta. Bara útskýra hegðun. Now they're playing Dungeons of Dragons. Það var umulasti David Attenborough. Now they're playing Dungeons of Dragons. Og ykkur hluta vegna eru þeir allir komnir í græna búning. Stefán að tróða sverði í buxurnar á sér. Hann að undirbúa sig fyrir sprell. Jakob að reynsa byssuna sína. Hann mun skjóta okkur allar einn daginn. Já. Þá gerist það bara. Ekki mikla áhyggjur, bara eitthvað. Já. Þá gerist það bara. Það er engin önnur útgönguleið út úr Fredriksen. Ef þú stendur í hurðinni þá ertu bara meiri kjallara og hann myndi bara koma inn í síðum leðurfraka. Já, þá veistu þú ert að fara að deyja. Já, þú sér ekki eins og í byssunumstag, hann bara kemur inn. Nei. Og hann svona horfir svona á okkur, beint í augun. Svona, þetta er komið, það er komið að þessu. Þetta er búin að segja bæ. Hann er í leðurfraka. Þetta er að fara að gerast. Svo tekur hann upp byssu. Surprise motherfuckers. Nei, ég er bara búin að búast við þessu mjög lengi. Það myndi kannski hætta við. Hann er eitthvað, nei, ég vil að þessu hrættir og myndi, þessu bjóstu ekki við. Ég heldur það. Kannski vill hann það, skilur. Já. Við erum búin, ég bara hissa að þú hafa ekki gert þetta fyrr, skilur. Eins og flassari. Já. Hann myndi fá viðburð, skilur. Ná, nei. Flassari og þú bara, já, flott hjá þér. Góðan daginn. Góðan daginn, flassari. Góðan daginn. Sér ekki hvað ég gera? Flip. Ég trú að það heyrist eitthvað svona flip þegar svona hrittir sig. Ó nei, það er flassari þarna. Þetta er svona sensordaginn. Það varst þú að poti til þetta. Hættu þessu. Hei, ég reyna að sæja hana. Óibarasta. Það hefði verið fínt nafn á podcastið. Óibarasta. Ew. Það er svona After Midnight special. Eitthvað svona, þá förum við all inn í eitthvað. Eða þá við gerum Óibarasta, sagðandi alvegni. Eða þá við gerum matreiðslu það. Bara með ógeðslega mat. Bara pasta. Bara pasta? Já, það sem allir matur er bara pasta. Svo erum við með hérna pasta. Bara pasta? Já, ekkert annað. Bara pasta. Bara hveiti. Já. Og hvað ekki, sósa með henni? Nei, bara pasta. Bara pasta. Velkomin í þátt 60. Bara pasta. Og við ætlum að hafa ykkur bara pasta. Já, bara pasta, hvernig vissu þau? Bara pasta. Það má enginn stela þessari hugmynd. Nei, eða kannski steliðinu bara. Við munum kæra ykkur. Já.
Ég fílis á hugmyndir reyndar Já, hvernig var, ef að gera? Gerum þetta, og ég bara pasta Og ég bara pasta Ég var ég búin að segja frá hugmyndinu minni með sketsin sem ég get ekki svona klárað Sem getur ekki klárað? Nei, ég veit ekki hvort það sé skets eða hvað en manst þetta hann að ertu skarpar en skólakræki Já með hugmynd það sem að hérna þú hef fullorðið maður sem að glíma við barn Já og introlagið kemur ertu sterkari en krakki á krakki Guðurinn veit ekkert hvað er í gangi Nei. Kemur hann inn bara, hvað er ég að fara að gera og svo kemur bara út úr víraður krakki Já, 9 ára gautina Ertu sterkari en krakki á krakki Nei, örugglega ekki Það fer eftir hvað krakki það er En ef hann er á krakki Þá er bara pasta Sky's the limit, sko Já Fá sama krakkan til að vera gestur í og bara pasta Er ekki þetta krakka að gera þið svangan Og til að koma og smakka pasta okkur er krakki á krakki Ertu sterkari en krakki á krakki Og hann bara ræðist á okkur, ég eitthvað andlið á okkur Og bara pasta Hata pasta Game over En hefur þú að taka þátt í svona eins og ertu skarpar en skólakrakki Nei bara láta vita hversu vitlis þú ert Jú, ég myndi gera all alþjóð bara, ok, hann veit ekki hvað 5 sinnum 5 er bara. Ég Ég þurfti að hugsa 27 Það er 100% rétt Ég náði henni svona gíska ógeðslega hratt á svona random dæmi Ég man að þetta var í 9. bekk Þetta er eitt af mínum stoltustu momentum Ég man því ég svara eins og spurningu rétt Það var í 9. bekk Nei, þetta var svona djókspurning Já, með vinnum mínum Bjarna og hann var eitthvað svona Hann er vitni? Já Ok, það getur verið að þurfum að ringi hann á eftir og fá staðfestingu Hann örgulega man ekki eftir þessu Þetta er í 9. bekk Eða þú veist kannski man hann eftir þessu Já, ok Það gerðist Ok Hann kom eitthvað, þú veist Hvað er 45 sinnum 382 eða eitthvað Og ég saði bara einhverja tölu Og síðan sástu bara niður Og Bjarni fór úr reiknivélina sína Og var eitthvað, Arnór Það var rétt Rétt hjá þér Og ég bara, hvað sagði ég? Og fór mig yfir aftur Allir reiknuðu rétt fyrir mér Og ég eitthvað Kannski ertu bara What the hell? Kannski ertu bara Rain Man Þú ert að bæla það niður Ég held að það þykjast eitthvað heimskur Já, þú er ekki að láta bara þitt innra bara innri snilling bara koma í ljós, þú ert bara að bæla niður Minn innri reynmenn ég er á einhverjurófinu en ég er að bæla það niður Já Þannig ég þarf að hleypa honum út Já og verða einhverfur Jep Svo get ég reiknað alls konar hluti Já, ég ætla að halda mig bara við að vera eitthvað staðin fyrir að halda áfram með þetta þú veist, uppistandi, skilur ást bara upp á sviði eitthvað og ég reikna fyrir ykkur það er eitthvað 700 milljónir Þannig að þetta er eldbyrðustokk og mista hann á gólfið Þetta var mjög erfitt dæmi hjá mér En hérna Já Nei, ég myndi ekki taka þátt í svona Jú, þú myndi gera Í svona þætti? Já, 100% Við myndum af því að við varum góðir af því að við báðir viðurkennum að við erum hálfvitar þannig að verið í þessum þætti þá getur maður bara eitthvað chillað og sérstaklega ef ég var eitthvað stressaður þá bara getur þú spurt mig bara hvað er 1+1 og ég bara eitthvað hjól bara eitthvað þú veist ég bara heilin fyrir bara eitthvað í panik mér leið svolítið þannig í dag þetta var til endurskoðanda bara skrifa eitthvað undir eitthvað og hann fór svona með tilbúið með skýrslu eitthvað förum aðeins yfir þetta og svo bara kom einhver orð og ég bara svona já og ég vil fara út strax ég skil ekki hvað það segja Sagðir það við hann? Já, og grét og hljóp út Nei, ég sagði ekki neitt, ég sagði bara já svo eigi fyrir rekstra frá stýrirekstir Bjarni Ben tala ekki hann og ég bara já, akkurat nákvæmlega, gott að vita það ekkert ég hljópar út ég skrifaði undir ég skulda örugglega 8 milljónir núna bara því ég skrifaði, hann er svona eitthvað þú ert fáiði og ef þú skrifar undir þá skuldar hann með 8 milljónir já bara ég má fara út svo kom ég heim hún er hvernig ekki, ég veit það ekki
Veitu, hvað var þetta sem varst Ég veit það ekki. Nei, í hvaða byggingu varstu? Endurskoðandabyggingunni. Endurskoðandabyggingunni. Ok, núna ég ekki svona að grínast. Hvað gerir endurskoðandi? Svona, þú veist, bara Skoðar- skattaskýsluna þína og svona. Akkur þurftur að fara eitthvað til að skoða það? Nei, ég var bara skrifin, hann var búin að gera svona skýslu fyrir. Endurskoðandi ráða betri rekstur, listi yfir endurskoðandi, Þórhallur skuldara. Yes, við náðum honum. Já, hann hálfviti. Hann actually skrifaði undir. Já, þurftur eitthvað að díla við skattin, sem sagt. Nei, ég veit það ekki. Já, akkur ég að spyrja Hvernig endaður hann inn? Hann sagði bara, þú er að koma og skrifa undir eitthvað. Ég er að láta þið fá inn einhverja áskýslur eitthvað. Já. Ég eitthvað, já. Náttúrulega strax að vera stressaði bara. Hvað þarf ég að mæta? Ok, þannig ekki að tala við mig, bara skrifa undir ekkert farið. Já. Svo er eitthvað, já, og svo er með þetta og svo kom hann þetta inn og ég eitthvað, já, ok, já. Og skrifa undir, er þetta ekki sáttu? Já, jú. Og svo bara fór ég heim. Ok, hvernig var? Ég veit ekki. Hvað meinir, fór hann ekki yfir þetta með þér? Jú, ég skildi ekki. Einu sem ég skildi var bara hæ. Ættir ekki að sjá eitthvað á Ísland.is eða eitthvað? Ég veit ekki. Ég er að fara í fangilsi. Nei. Fyrir skattsvik eða eitthvað. Fyrir skattsvik? Já. Það er þið ógeðslega fyndið. Er það? Já. Fyrir hvern? Alla, hvað það tala? Sérstaklega voru búin að segja mér þetta núna og svo fæ ég að frétta bara eitthvað, Þórhallur í fangilsi. Fyrir hvað? Skattsvik? Ég var svona, hann er bara vitlaus. Hann sverða, hann veit ekki hvað hann var að gera. Ég myndi hringi í endurskoðanda og maður er bara eitthvað, krakkar. Þú veist að hann er eitthvað skertur, skilur. Já, Hann má ekki skrifa undir eitt, hann þarf forráðamenn með. En bókstaflega samt, að því þú ert með kvíðaröskun, þá ertu skertur í svona 100% sko. Í svona aðstæðum, þá fer greindavísitalan niður, þú veist það. 100% niður. Já, þú ert sitjandi þarna og þú ert löglega. Ég var hissa að ég náði að skrifa undir. Bara, þú veist, stafa nafnum mitt rétt, skilur. Fyrir ekki Þórhallur, þú gerði broskall. Ég gerði fílukall bara. Broskall með tippi? Af hverju? Ég panikaði. Sorry, ég glemdi brundir. Það ekki, nei, ég veit hvað að gera. Það er að skoða þetta aftur. Akkur er þessi broskall með tippi? Hvað er að gera við þennan sófa? Jesús Kristi, Þórhallur. Ég veit ekki. Ég reyndar ekki ofta eitthvað betri í svona mánu, sko. Ég er alltaf að gefa upp netfangið mitt sem að endar á 9.4, þá klára ég restina af kennitölunum minni. Alltaf, sko. Já, ég var hérna, þegar Eymundur félagi minn gifti sig, þá veist ég verið eitthvað svona vottur. Já. Og ég var svo stressaður. Og sérstaklega því ég þól ekki undirskriftina mína, ég er með ljóta skrift. Já. Þannig að þú veist alltaf þegar svona einhver, hérna, skrifa ykkur gestabóka eitthvað, það er með eitthvað svona fancy skrift og svo kem ég bara, það er eins og, þú veist, ykkur svona misþroska gírafi að hafa verið að skrifa. Skrifaðu bara nafnið þitt. Já. Sem þú veist ekki með neitt svona. Ég bara, þú veist, eins og ykkur sem er nýbúin að læra að skrifa. Þá er ég eitthvað, þarna er öfugt og svo óiði bara, hérna, bróðskallið mitt. Já, stelpur eru bannaðar í sig. Svo allt í einu stórt R. og A-D-D-L-U-R. Ok, þú veit ekki bara alltaf skertu. Ég er basically að biðja um hjálp. Nei, þú veist, ég þóli ekki, ég var alltaf svona gestabóka, allir fancy skrift með einhverja tengiskrift og eitthvað svona bara, og svo kem ég Akkur lærir ekki bara nýtt? Ég gerði það. Það var að kenna mig eitthvað tricks, eða? Já, meðan átt að ná í þetta, ég ætla að klára hvað ég ætla að segja. Ég átti að vera vottur á hjónabandsvottorið og ég skrifaði bara undir hér. Ég eitthvað, það verið ljótskrift og þau ætla að eiga þetta, ætla að ég skilju muna þetta. Svo byrjaði ég að skrifa Þórhallur og vanda mér rosalega mikið. Já. Svo skrifaði ég náttúrulega Þórhallur aftur. Tvisvar? Já. Af því ég ætla að skrifa Þórhallur, Þórhallsson. Já, þetta. En ég bara byrjar á Þórhall og ég bara akkur skrifa ég Þórhallur tvisvar. Þórhallur. Já, núna bara er á brúkafsvottarinu þeirra Þórhallur.
svo svona áðurinn ég held að eitthvað myndi taka eftir þá byrja ég svona að reyna að gera SS yfir seinna ur þá hann SS þau það er svo mikið fávilli við erum eftir að eiga þetta alltaf hæfi skilu en svo held ég að þegar maður bara þótti vænt þetta var vissum alveg að hann gæti ekki skrifa nafni það var alltaf mikil ábyrgð sett á einn mann að skrifa nafni sitt Þetta er bókstaflega eina sem Þórhallur reyndar svo hafa það alltaf þegar gefum ykkur gjöf eitthvað, þú veist, í ammali og gerir svona post, þú veist, umslag, þá skrifa alltaf Þórhallur til Þórhallur en hvað, kanntu eitthvað trikka fannst þetta ekki? Ég er ekki með penna annars ég fann penna í ná það er penna á nöfi það er penni frá Scheissengarden ég lærði sko frá að því maður stelur bara frá öðrum undirskriftum þú tekur eftir bara ef einhver með cool thought ég lærði frá Dabba á Secret Cellar undirskrifti mín var alltaf bara allt í stórum og R-ið svona fokkaði þessu en R-ið var alltaf svona aðeins inn, já en þú veist, þetta er bara bull fólk vil þetta ekkert ég myndi henda þessar undirskrift já eða þú veist, eitthvað svona geggjaði fan en ég gerði samt alltaf Arnór má ég fá 100 áratun og sé þetta eyðilega líf mitt já 100% en svo lærði ég sko að gera svona A þetta er eitthvað fancy og síðan bara D sem er svona og síðan gerir maður bara eitthvað bullin í miðjuna og þetta er bara ágætt og þetta er eitthvað, hann er Arnór þetta er svona, hvað er atvinnu eitthvað að skrifa sko ég hef stundu verið að vinna með eitthvað svona geggja kúlu í þotninu þú veist, því ég reyna að gera eitthvað fancy gera eitthvað svona og svo svona eitthvað strax klúraði í óinu, skilur það er eins og hjarta af hverju gerir ég það? Og svo fer ég stressað þá verður það alltaf minna og minna og ég klára ekki, það getur ekki það er bara svona, klára ekki svona aftur upp why? Hvað er í gangi? Þetta finnst mér bara ágætt að gera hjarta eða pínu svona sterpulega sko það er bara cool en þú veist, ég var að reyna að gera bara af hverju gerir ég hjarta? Þú veist, af hverju gerir ekki bara eitthvað þetta er reynda alltaf erfitt með nafnið þitt já, er þetta ekki bara ég skrifaði Dolly já, ég ætla að segja þetta er bara Dolly Parton over here ok, en já, ég vil fá bara stimpil hvað er einhver stelur stimplinu og fer til endurskoðanda og er bara stimpla þín skjör að sko, amma er hún löglega blind og mann þegar hún var að fara í eitthvað svona verslan og banka okkur þegar hún gat gert það og löglega blind og þá var hún bara með stimpil og ég eitthvað, fokk hvað ég var til að vera blindur ég vil vera löglega blindur alltaf að vera blindur? Já, bara þykist eða eitthvað, skilur Gaur, þú er ömurlegur blindur, Gaur þú myndir ekki treysta neinu nei, blindu með kvíða já, fældi ég vera einhver að gefa þér að borða þú bara, gerður eitthvað matur minn hvað gerðu það? Akkur er skrítin líkt að þessu þetta er bara Ói, bara pasta æ, shit ég held að hann er blindur hann myndi ekki taka eftir þessu engin sósa og hakk með þessu þetta er góð steik Ói, bara pasta Ói, bara pasta ertu sterkari en krakki á krakki blanda sér til saman ég veit ekki, núna er ég bara að skoða Gmail mitt sko nýr þáttur, bara blindu með kvíða hvernig varstu blindur? Já, mér langaði stimpil Dóttir löngsaði, ég fór til endurskoðanda panikaði stakk mig í augun til að komast út af fundinum þú getur auðvitað að fengið stimpil hjá ef þú ferði þannig á þjóðskrá ég hef fengið stimpil á mig hvað meinar þau? bara frá samfélaginu nei, hvað heldur ég geti fengið svona stimpil að? Nei, en þú getur alltaf sótt veit að þú veist eins með nafnskírtinu og svona þá þarf fólk alltaf að skrifa undir samninga fyrir svona rafræn skilríki og þannig já.
og það var, ég sá bara fréttin daginn, það var að koma einhverju nýja stimplar. Ég var ég til var ég til eitthvað svona kvíða stofnun bara, þú veist, ríkisins. Já. Þeir sem kvíða getur bara farið þangað og fengi bara, þú veist, og fær bara spjald, ég bara officially kvíðin og ég kemst upp með það, þú veist, það þurfi ekki að gera eitthvað. Já. Bara eitthvað bankið hringir eitthvað, já, við þurfum að ræða eitthvað kvíðin. Já, ég er með hérna kvíðin. Það er það bara svona stór ká bara. Gera svona stórt ká á svona rauða slíf. Já. Nei, það má ekki tala um þennan, hann er með ká. Og stjarna hérna. Já. Akkur að bæta við Daði, það er ekki smá skrítið. Þetta bara fyndið hann í kvíðan, þú er ekki að segja hann. Akkur borða hann bara pasta. Já, hann er svo stress, hann farið alltaf valkvíða. En þú yrðir samt, þú yrðir ekkert eitthvað hamingjussamari, eða sko... Ef ég ætti stimpil? Eða bara... Nei, lífið þitt væri, sko, að því að kemur svo mikið að því sem að gera þig fyndin, kemur hún nákvæmlega þessu, að þú þarft að fara út og gera eitthvað svona. Já. Þú gerist eitthvað svona rugl, og ef að þú væri bara heima með stimpil, þá væri bókstaflega bara að ríða sófanni. Það voru ekki neitt annað í gangi. Það var eina áhugaverða. Já, það bara þú og sófið. Þú að stimpla sófaðan alltaf, stimpla hann inn og gera gat og ríða honum. En ef þú þarft að fara út og díla við fólk og eitthvað endurskoðendur að segja einhverja tölur og þú Þóraldur, þá fyrir fólk að hlæja að þér. Já, algjörlega. Herðu, kannski ef ég skrifaði Þóraldur, þá er það kannski ekki, þú veist, kannski var ég skrifundur ykkur skuldið eitthvað. En skrifaði Þóraldur, þá er það kannski ekki gilt. En svo skoðaði aðrar undirskriftir sem hafa gert. Það gerir alltaf Þóraldur. Alltaf hjarta fyrir ó. Þú þarf að reyna að laga það. Þetta er greinilega búin að gera. Greinilega búin að krassa SS yfir ur á brúðkaupsskírteini. Vottorð. Jesús Krist, hvað er að þér, Guður? Það er svo margt. Svo margt. Hvernig, þú varst á Grenivík um daginn? Grenivík? Hvar býr þú? Þú varst á Grenivík? Ég var í Grindavík. Býttu nú við? Nei. Nei? Þú varst á Grenivík? Hvar er Grenivík? Hvað meinar? Það er beint á móti Hauganesi, hinum með fjörðin? Já, ég var í Grindavík. Andskotinn maður. Ég var svo stoltur að þér. Að fara á Grenivík? Já. Helgi fór á Grenivík um daginn. Hann flög með barninu sinni norður. Já, var það þar sem að... Já, var ekki á Grenivík. Og þess vegna held ég að þú er að fara... Ég held að Grenivík var nýja staðurinn fyrir uppistand. Já, ég var svona hálf spenntur, sko. Ángríns. Nei, ég fór í Grindavík. Já, frændi mín sigldi einu sinni frá Hauganesi til Grenivík til að stela bensíni. Ok. En Grenivík er alveg góð. Alveg gaman að gera. Ekkert engin saði kringum oss, bara koma upp frændaðinn. Já, þetta var 2005 eða eitthvað. Ég beið eftir hún á bryggju ekki lengi og svo kom löggan. Ei, hvað er þú að gera? Ég eftir frænda mínu sem er að stela bensíni og Grenivík. Ég bara dorga 2:00. Hvað er því? Var einhver hérna á bát? Bara frændi minn sem var að stela bensíni og Grenivík. Hún bjóði pasta. Hann bjóði pasta. Ói, bara pasta! Þú ert handtekinn. Hversi skrýtni feiti drengur að gera með pasta? Pastabakarnir að dorga með pasta? Ég er notar sem beitustrákur. Hefur náður fisk? Nei, ekki þá. Nei, það er að býða til bensíni frá Grenivík. Fiskarnir koma upp og spýta þessu framni. Ói! Nei maður, hann fór úr litlum spýtbát. Þetta var svona árabátum með mótor. Já. Ferðu út á 10 km hraða. Og svo stað að nota bensín í það. Yfir fjörðin. Hann reyndar, það er stúpid. Hann notaði ógeðslega mikið bensín til að fara að stela bensíni. Eina ástæðan var bara, þú veist, að hann gat það. Já. Það var aðgengi að bensíni nýr á bryggju. Hann eitti meira bensíni í að ná í þetta bensín. Já, það má deilum það, sko. Kannski koma út á jöfnu. Hann var tekinn á löggunni, hann tapaði bara á þessu. Hann er ennþá inni, eða ekki? Jú. Situr inni fyrir þetta. Já, fyrir skattasvik. Ég hefði gætt að skrifa undir.
Bara ég var með stimpil. En hvað voru að tala um? Ég voru að tala um Grenivík, þannig að ég las bara vitlaust mörgu sinnum. Já. Ég sá hennan event á Facebook svona 15. Já. Og ég hei, Lúis er að opna. Þau eru að fara norður. Beint á móti Hauganesi. Ætlaði ekki að stóli bensinni verið. Sko nú þurfum við eiginlega bara að búa til eitthvað event og fara. Ég er alveg til að fara, sko. já, til Grenivíkur. Já. Já. Hvað? Þú sagði Grindavíkur. Sagði ég aftur? Ná. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. En ég var alveg til að fara norður, sko. Já. En, Ég er að fara á Akureyri, sant, sko. það er ekki jafn að allir fara á Akureyri. Vá. Ég er að fara á Akureyri líka. Já. Ég fór undan. Náðuð mér. Hvernig er þetta að fara á Akureyri að gika? Næsta föstudag, núna föstudaginn. Ok. Þannig á vestæðinu? Vegstæðin. Já, þarna koma. Það er allt mér að þakka, sko. Ég benti þínu manni á að hafa sambandi vegstæði, sko. Það er hárrétt. Þessi staði lítur rosalega vel út. Ég spilaði alltaf póker hann inni. Já. Það var bara svona smá pókerklúbastemming inn á þessum staða. Sem er ólulegt. Út eftir að snitsa. Nei. Upp hvað voru að spila? Bensín. Alltaf Þannig kviknaði í staðinu. Sigla til Grenivíkur. Það ná í smá póker bensín. Akkur býringin á Grenivík lengur? Það bara var aldrei til bensín. Komust aldrei í búð. Allir stopp. Já. Engin múin að heyra frá Grenivík bara í 15 ár. Hvað gerðist? Jó, ekki ykkur á Grenivík. Hvað frétt það? Bara beina grind út allt. Já, bara Mad Max. Allir halda svona tómum bensinbrúsum. Bara ef ykkur hefði vitað. Þessir Hauganesingar. Já, ég man eftir að hafa alltaf rosalega mikil stemming á Hauganesi áramótin að reyna að vinna Grenivík í flugveldum. Svona hver skautur meira. Við erum með 13 flugvelda. Þetta var keppni bara þú veist sem að krakkari voru eitthvað að pæli, sko. Var það lítið af flugveldum og svona að þið voru svona skutuð flugveldu upp, hann sprakk og svo heyrðuð hvar spýtan datt niður og það var svona hver er fyrstur að finna spýtuna? Það var allt brjálað, sko. Þú veist, það er náttúrulega alltaf í hverju hverfi, það var alltaf 2, kannski 3 sem að kaupa ógeðslega mikið af flugveldum. 2 svona geðsjúklingar, alveg bara svona. Já, og á staðinn svo Hauganesi, þá er alveg meiri á svona geðsjúklingum. Þannig að allir komi á voru svona kannski 1 eða 2 staðir þar sem að allir hittust saman, sprengdum. Svo að fullanda fólki fór að drekka bara einhverju heimahúsi, þá hittust allir krakkarnir við söfnum kökunum í hrúu og kveiktum í þeim. Af því að það er alveg fullt af flugveldum með þá inni. Og svo bara sprakkið þetta og fór næst í framan í vin minni sinni. Ég er bara hissa á að ég sé ekki dauður, sko. Já. Þetta var alveg gaman. Örugglega svona ég ætla ekki að segja leiðilegustu áramót, því það mörg áramót eru finnst mér bara ekki skemmtileg. Þú veist, það er gaman að horfa á skaupið, svo bara, þú veist, gaman að horfa á flugveldana. Þetta er aldrei jafn gaman. Og svo bara, þú veist, alveg 1.000.000 ár síðan enda, þú veist, hætta að nenna að eitthvað reyna að fara í bæ eða eitthvað. Já. Bara, já. En ég var ekki tíma stattur sem eina áramót, þá var ég stattur ekki á Höfn í Hornafirði, svona rétt fyrir utan, eða allan, þú veist, miðbæinn, þetta var svona á sveita bíli og var þar á áramótunum og það var einmitt, sko, mestastöðu var að skjóta upp flugvelda og svo heyrður hann að springa og svo bara heyrður í helvits prikinu What? Það er eitthvað, og svo bara hver er fyrstur að finna prikið? Ég eitthvað, wow, þetta er aðeins öðru sig. Mér fannst þetta rosalega skrítin spurning þegar þú spurði. Þetta var svo specific. Já, þetta var svona eitthvað, hver ekki? Akkur heldur að fólk er þetta? Að því ég fyndist með. Þetta eiginlega særði á mig tilfinningar. Þetta er svona, vá, hvað þetta er. Hvað heldur eiginlega okkur? Já, en samt einhvern veginn, af hverju kom þetta í hug? Nei, það að því ég var vitnað þessu. Já, og þið fannst það gett gaman? Sagði það? Ég ætla að vera að tala um að þetta var bestu áramóti. Nei. Ég ætla að segja að þetta var ekki leiðilegustu. Að því var hvort þið þú veist, ekkert að pæli mér var alveg sama, skilur. Já.
þannig, mér fannst ég ekki, ég er að missa okkur þóttu mig ég hef ennþá gaman af flugöldum og svona ég var á kjötsúpuhátíð daginn og það var eitthvað svona brenna og flugöld í lokinu og ég var bara ekki mér finnst þetta ennþá gaman sko. Mér finnst flugöldasýningar góðar þetta er eitthvað plana sko. en já, eins með áramótin ég bara þetta hljómar alltaf miklu betur svona daginn fyrir áramót maður svona yes þetta verður gaman á morgun, vá, hvað eru mikið í gangi en svo þetta bara einhvern veginn alltaf leim mikið rugl eitthvað og mikið hávaði, svo þegar maður komið með barnir í dæmið þá maður svona skítrættur með barnir sko. En þú veist, áramótin eru fyrir unga fólki það er rétt bölvulæti og leiðindi Ég get ekki beðið eftir að vera gamalt kall sem er að kvarta yfir krökun. Ég ætla að fara svo all in í að vera leiðilegu gamalt kall. Ég er búin að sjá þetta allt fyrir mig. Ég ætla alltaf að vera í jakkafötum. Svona ódýrum jakkafötum. Já. Alltaf þeim sömu bara. Það er svona krumpuð bara. Ég er alltaf með vindil. Ég reiki ekki núna, aldrei reykt. Ég ætla alltaf að vera með vindil. Ég ætla ekki eins og að reykja nú. Nei, ég ætla bara alltaf að vera með svona vindil bara og ég ætla alltaf að vera smá í því. Já. Og ég ætla að vera svona bara ógeðslega fúll. Ég ætla að svona fara út í búðir og rífast við kassastarfsmenn. Já. Akkur kosti þetta svona mikið? Já, ég vinn bara á kassanum. Já, það ætti ekki að leiðu að viðgangast. Þú voru bara að skila þessu til yfirmennina. Já, þú tala við þá. Skila þessu fyrir mig. Já, ég er svo mikið að fara að tala við yfirmann, fórstjóran. Já, ræddi þetta við hann. Það eru Tóti gamli komið að hann og talaði að brauðið væri ódýrt. Já, sagði maður það, já. Já, ok, þá voru að lækka það. Taktu með hann af og prenta út nýjan. Lækkum myndum 5 krónur. Gamall maður með vindil og hann var örugglega í því, sko. Já, við veitum hverju þetta er Tóti. Hann eitthvað, já. Hún fannst pastabakkin eitthvað. Sagði að það væri sósa með. Það var ókvæslega, hann vildi bara pasta og síðan sagði hann, oi, bara pasta. Já, ég vildi skóla pasta, svo var ég ekkert kryddaði í því og engi sósa, þá var hann ánæður. Og síðan sagði hann, oi, bara pasta og hló ógeðslega mikið. Það var ekki, Arnór myndi hlæja þessu, og hann ekki dáinn. Ég fyrir baku að fæla mig í fristinum, fuck hann í farin. Shit. Við erum að vera uppi sko upp á tíma. Já, á að henda okkur út. Já. Undirskriftin skánaði ekki neitt í dag. Nei, ég þarf að æfa mig með þetta. Já, mínir reyndar ekki það frábær hérna sko. En það er ég með líka í uppistandur hjá mér þegar ég fór til New York og ég skrifaði á miða, þú veist, maður á að skrifa nafnið sitt, skilur? Já. Og ég skrifaði Thor, því ég er ekki að skrifa Þórhallur, og ég skrifaði Thor the Icelandic Guy. Og þeir lásu Thor the Icelandic Gay. Það er bara því að það skilur ekki skrifstæðanum mína, skilur. Já. The Icelandic Gay. The Icelandic Gay. Það er endur ekki að fyndið að þú veist, að því að þau trúðu alveg pottet. Að því að uppisnæðar eru oft með svona húk. Já. Og svona, hann er með svona húk sem er svona eini homminn á Íslandi eitthvað. Ég myndi alveg trúa þið líka. Já. Að ég var eini homminn á Íslandi. Ekki bókstaflega, og væri með þennan húk. Já. Þú væri eitthvað svona. Ef ég væri samkynhneigð, þá myndi ég klálega. Þú þarft ekki eins og vera samkynhneigð, bara vertu með þennan húk. Ekki tala um hann eitt í efninu. Nei. Breyttu bara steisnefinu í. Thor the Icelandic Gay. Já. Tóti Tottari. Alltaf eitthvað, akkur kallast þetta? Svo minnist hann aldrei á þetta. Já. Nei, Já, við erum velkomin að þessu ásóti, við erum með uppstandar eina, það er Tóti Tottari. Nei, hvað er málið með? Hvað er Tóti Tottari? Ég er gagnkynhneigður, sann sko. Bara svo við vitið það. Bara við það. Ég fíla ekkert á Totta. Á ég sann að það fyrir. Gistu niður. Svo komum við fyrst að lókillar. Jésús Kristur. Við komumst næstu í gegnum heila þátt án þess að vera eitthvað. Nei, það er endur ekki. Við byrjuðum eða svolítið á tippadæmi. Fullt ógíslega hlutum. Það er rétt. Þannig á þetta að vera. Þú bara bæti við meira svona píp eftir á, sem bara svona sensor. Já. Þórhallur í Iceland. Nei, Þórhallur í gay. What?
Akkur sagði N-orðið Nærgætin. Við þurfum að fara að drulla okkur út Já. Þannig að þú rústar bókasamlinu Hún orðin brjáli það konan Held það hún að gefa okkur svona Já, ég sker okkur hálsmerki svona. Hún svo til í kallir Bob Ross hefði elskað hana Fuck já Hetja minn Herðu, það var yndislegt að tala við þetta Þóra. Sömuleiðis vinur Við förum út á uppáhaldslæginu okkar